Fyrir 50 árum, í maímánuði 1975, hélt FIB fyrstu rallkeppni Íslands. Óhætt að segja að þörf hafi verið á slíkri keppni, þar sem 106 keppendur mættu á 53 bílum í þessa fyrstu keppni. Á fyrstu árum ralls á Íslandi var þó ekki leyfilegt að keyra yfir hámarkshraða og var því frekar nákvæmnisakstur að ræða. Keppnisaldarar fóru þó snemma að finna sérleiðir sem voru svo erfiðar að vonlaust væri að halda leyfðum meðalhraða alla leiðina, þannig allir keppendur myndu þurfa að keyra eins hratt og hægt var. Í upphafi 9. áratugarins fékkst loksins undanþága leyfilegan hámarkshraða og þá fóru hlutirnir að gerast. Til Íslands voru fluttir inn sérsmíðaðir rallybílar auk þess sem íslenskir ökumenn fóru að leita af tækifærum erlendis. And Icelander Hafdín Hawkson must also be feeling far from home. Fjórhjóladrifið tók öll völd á 10. áratugnum og svo var öllu tjaldað til aldamótin. Það eru 3 og svo vinstri 3. Slagurinn á toppnum hefur þó aldrei verið harðari en akkurat núna. Árið 2025 gerðist það í fyrsta skiptið að 5 áhafnir áttu möguleika á Íslandsmeistaratitli fyrir síðustu keppni tímabilsins.